Það sem hreyfir mig og væntanlega félaga mína, ég get ekki talað fyrir neitt annan en mig, en þessi hugsun að nú væru vísindin komin svona langt að þau væru ekki bara að búa til flugvélar og ekki bara að búa til kjarnorkusprengjur, heldur bara komin í samfélagið. Þetta væri ekkert mál lengur, nú væri bara vísindi komin í þetta og nú yrðu bara málin leyst vísindalega. Nú ég tala nú ekki það þegar þessu tengdist sú fallega hugsun að það væru bara menn í þessu út í heimi og bara hamast í þessu með allgóðum árangri. Þannig að þetta er aðlaðandi fyrir ungan mann sem telur að lausnir á vandamálum heimsins finnist svona skjótt og svona einfalt. Ich muss sagen, also die Entwicklung Islands war für uns von verschiedenen Seiten interessant, nicht nur von der allgemeinen Geschichte her, sondern auch von der Tatsache aus, dass doch also Island auch ein militärischer Faktor in dieser Region spielte, im Zusammenhang mit den ausländischen Militärbasen. Berlín, sumarið 1945. Nasisminn hafði verið brotinn á bak aftur eftir 6 ára heimsstyrjöld sem kostað hafði milljónir manna lífið. Höfuðborg Þýskalands og margar helstu borgir landsins voru í rúst. Fátækt og eymd blasti við allstaðar. Í maí 1945 hafðu Sovétmenn hertekið austurhluta Þýskalands. Vesturveldin 3, það Bandaríkjamenn, Bretar og Frakkar, fengu einnig hvert sitt hernámsvæði í vesturhluta landsins. Höfuðborginni, Berlín, var síðan einnig skipt í 4 svæði. Þótt Þýskaland Hitlers hefði borið ósigur í stríðinu, þá bjuggust fæstir Þjóðverjar við því að landinu yrði skipt í 2. Þegar stórveldaleiðtogarnir Stalin, Truman og Churchill hittust í Potsdam árið 1945, urðu þeir sammála að skipting Þýskalands í 4 hernámsvæði væri aðeins tímabundin ráðstöfun. Annað átti þó eftir að koma í ljós. Eftir að kalda stríðið hófst á árunum 1946 og 47 gerðu vesturveldin annars vegar og Sovétmenn hins vegar ráðstafanir til þess að treysta það þjóðfélagskerfi í sessi sem þeir höfðu komið upp á hernámsvæðum sínum. Vesturveldin ákváðu loks að skrefið skyldi stigið til fulls og sambandslýðveldið Þýskaland var stofnað árið 1949. Im Frühling wiegen die Sorgen leichter und die kleinen Freuden des Lebens schwerer. Frühling in Berlin. Die Fassade fiel, aber dahinter blieb Lebensmut, Unerschütterlichkeit und die Fähigkeit, sich anzupassen. Konrad Adenauer var fyrsti kanslari hins nýja ríkis. Austanmegin Brandenburgarhlíðsins höfðu Sovétmenn í fyrstu stað að félagsumbótum og leyft starfsemi stjórnmálaflokka á hernámssvæði sínu. En árið 1946 snéru þeir við blaðinu og sáu til þess með valdi að kommunistar og jafnaðarmenn saminuðust í einum flokki, hinum sósíalíska einingaflokki Þýskalands, SED, þar sem kommunistar réðu lögum og lofum. Fyrstu árin eftir stríð hafði SED á stefnuskrá sinni að finna eigin leiðir til að koma á sósíalísku þjóðfélagi. Árið 1948 fór flokkurinn hins vegar að kenna sig opinberlega við Stalin og sovjerska kommunistaflokkin. Þegar stjórn Adenauers hafði tekið við völdum í Vestur-Þýskalandi svaraði Stalin með því að stofna þýska alþýðulýðveldið. Forsætisráðherra varð Otto Grotewohl en valdamesti maðurinn Walter Ulbricht.
Íslenskir sósíalistar tóku strax einharða afstöðu með Sovétríkjunum í kalda stríðinu og þá ekki síst í málefnum Þýskalands. Fátt var eðlilegra en íslenski kommunistar tæki upp hanskan fyrir þýska skoðanabræður sína ef haft í huga að það voru í raun gamlir flokksbræður Einars Olgeirssonar, formanns sósíalistaflokksins, sem voru að stofna hið nýja lýðveldi. Einar hafði haldið til Berlínar í upphafi 3. áratugarins og gekk þar í kommunistaflokk Þýskalands. Þáverandi formaður kommunistaflokksins, Brynjólfur Bjarnason, var sömuleiðis félagi í þýska flokknum, enda þýsk menntaður eins og Kristinn E. Andrésson, áhrifamesti félagi flokksins í menningamálum. Þýski kommunistaflokkurinn var sá flokkur sem að þeir höfðu sjálfir langmesta reynslu af. Þannig að starfshættir íslenska kommunistaflokksins mótuðust að nokkru leyti af starfsháttum þýska kommunistaflokksins, þótt auðvitað væri líka byggt á almennum fyrirmyndum og helsta fyrirmyndin átti sjálfsögðu að vera rússneski meistaraflokkurinn eins og Halldór Laxness nefndi sovéska kommunistaflokkin. Fyrirmyndin að útgáfustarfsemi kommunista hér var að mörgu leyti komin frá Þýskalandi, enda var ein aðal áróðusmiðstöð Alþjóðasambands kommunista, Komintens, í Berlín. Mikið af starfsliði Komintens var þýskt og tungumál þess var sömuleiðis þýska. Í stjórn Komintens var það Þjóðverjinn Wilhelm Florin sem hafði mest afskipti af kommunistum á Íslandi og öðrum Norðurlöndum. Kommunistaflokkur Íslands var hluti Komintens og laut stjórn þess. Eftir stofnun sósíalistaflokksins árið 1938 héldu þessi tengsl áfram skeið. Wilhelm Florin lést á styrjaldarárunum og það kom í hlut sonar hans, Peters Florins, að efla sambandið við sósíalistaflokkin íslenska sem og aðra vestræna kommunistaflokka á 7. áratugnum. Þá hittu íslenskir kommunistar Florin í Berlín þar sem hann stýrði alþjóðadeild miðstjórnar flokksins. Hann varð aðstoðar utanríkisráðherra Austur-Þýskalands og síðar forseti allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna. Ich muss sagen, dass in all den Jahren wir, das heißt zwischen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Sozialistischen Einheitspartei Islands, sehr gute freundschaftliche Beziehungen bestanden. Wir haben sehr oft Freunde aus Island hier in der Deutschen Demokratischen Republik begrüßen können und wir hatten sehr viel Verständnis für die Politik der Sozialistischen Einheitspartei Islands in ihrem Kampf, den sie geführt hat, vor allen Dingen, was für uns von besonderem Interesse war, gegen die ausländischen Militärstützpunkte in Island. Gamla lýðveldið okkar var skapað af höfðingjónum og voldugustu höfðingjarnir tortímdu því. Íslenskir sósíalistar virðast hafa einangrast frá kommunískri alþjóðahreyfingu á stríðsárunum. En í stríðslok gátu þeir ekki aðeins fagna stofnun íslensks lýðveldis, heldur einnig stofnun sósíalískra lýðvelda í Austur-Evrópu. Fólkið verður að stjórna því, vakandi og virkt, ef hvort tveggja lýðveldinu og fólkinu á að vegna vel. Ungir sósíalistar fjölmenntu til dæmis á heimsmót æskunnar í Austur-Berlín árið 1951. Þar komu saman 100.000 ungmenna hvaðanæva að úr heiminum og var forseta Austur-Þýskalands, Wilhelm Pieck, fagnað innilega sem æskulýðs- og friðarhetju. Á öðru landsþingi SED ári síðar kvað hins vegar við annan og herskári tón. Ulbricht lýsti því yfir að hér eftir yrðu engin grið gefin og sósíalisma yrði komið á fót í Austur-Þýskalandi með stalínískum hætti. Dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Kommunistar allan heim töldu sig sjá betri heim í fæðingu í Austur-Evrópu. Þess var þó ekki langt að bíða að fyrsta reiðarslagið dyndi yfir. Stalín, sem var óumdeildur leiðtogi hinnar alþjóðlegu kommunistarhreyfingar, lést 5. mars árið 1953.
Íslenskir jafnt sem austurþýskir sósíalistar urðu harmi slegnir. En fráfall Stalíns var til að efla þeim kjark sem vildu pólitískar umbætur í Austur-Þýskalandi. Þannig risu austurþýskir verkamenn upp 16. og 17. júní 1953 til að mótmæla kjaraskerðingaráformum stjórnvalda og krefjast frjálsra kosninga. Þótt uppreisnin hafi skaðað mjög stöðu SED erlendis, hélt flokkurinn áfram þeirri stefnu sinni að auka tengslin við Vesturlönd. Árið 1954 héldu til dæmis fyrstu íslensku námsmennirnir til náms í Austur-Þýskalandi og þeim fjölgaði stöðugt þegar líða tók á áratuginn. Einn þeirra var Þór Vigfússon sem fór til Austur-Þýskalands til að leggja stund á hagfræði árið 1956. Hann hafði ekki hugsað mikið stjórnmál áður en hann hóf nám við menntaskólan á Laugarvatni. En þar kviknaði áhugi hans á sósíalismanum. Já, ég hreifst af hugsjón sósíalisman, skulum við segja. Það var nú reynda svo að á Laugarvatni þá voru ansi margir menn sem aðhyldust þessa stefnu. Ansi margir og já, sterkir menn, miklir og góðir persónuleikar. Ég nefnum bara þekktan mann hér í þjóðfélaginu, Árna Bergmann, hann kannski bara nú kannski af okkur öllum. Fyrir þekkingarsakir, fróðleiks, elskulegra framkomu, yfirvegarar röksemdafærslu og allsins besta sem hægt var að hugsa sér progressívan humanista. Sko. Þannig að maður hreifst af honum og þessum hugsjón vissulega þar. Ég ekki að kenna Árna neitt í mínum efnum, það bara, þetta gerði svona, það er hárrétt. Einar Olgeirsson hafði milligöngu að koma Íslendingum til náms í Austur-Þýskalandi, enda viðurkenndu íslensk stjórnvöld ekki Austur-Þýskaland. Einar hafði náið samband við Horst Meyer sem hafði málefni Norðurlanda á sinni könnu innan SED. Das war die Initiative übrigens von Einar Olgersson. Ich selber hätte auch drauf kommen können, aber Einar Olgersson hatte nun diese Idee. Sumir námsmannanna í Austur-Þýskalandi stunduðu raunvísindanám eins og þeir Hjörleifur Guttormsson í líffræði og Tryggvi Sigurbjarnason í verkfræði. Aðrir voru í hagfræði eins og Guðmundur Ágústsson eða húmanískum fögum. Sýnu meira hvaða pólitískri innrætingu í húmanískum fögum en í raunvísindagreinunum. Meira að segja austurþýskum kabaretthöfundum leyfðist að gera grín að þeirri pólitísku innrætingu sem tíðkaðist í háskólunum. Die progressive Produktionsprognose. Noch einmal. Die progressive Produktionsprognose. Ich glaube, jetzt hat sie es. Ich glaube, jetzt hat sie es. Það var bara að læra Marx. Það var svo einfalt. Það var ekkert annað til. Þetta lá sem kapitalisspjaldan á milli og svo ýmsa útleggjara á Marx. Það var vissulega fjallað sögu borgaralegar hagfræði. Ekki mjög mikið og við vorum ekki að lesa þessum köllum, Ricardo eða Adam Smith eða þessum, en okkur var sagt frá þeim. Svona allt í þeim anda að þetta hafi nú verið ansi ófullkomnir menn. Að vísu nokkuð snjallir fyrir sinn tíma en þetta væri náttúrulega bara svona fornleifafræði. Einar Olgeirsson fylgdist grannt með íslenskum stúdentum í Austur-Þýskalandi enda vænti hann mikils að þeim þegar þeir snéru heim til Íslands að námi loknu. Og flokksmenn heima, þeir skynjuðu þetta svona. Þarna væri verið að senda loksins klára menn til þess að læra nú skratti mikið í marxismanum og sósíalismanum og verða svo bara leiðtogar þegar þeim væri komið. Ég veit að Einar Olgeirsson hugsaði svolítið svona, svo ég vitna í þann mann sem var bæðið svo sem að senda okkur og var andlegur mentor okkar og leiðtogi og átrúnaður góð og reynda fleiri. Ég veit þetta, þetta hefur komið fram í samtunum við mig og ég heyrði reyndar hjá Einari hann taldi að þarna fengi hann loksins almennilega marxista, ekki þessa marxista sem hefur verið að læra á Vesturlöndum og það sem ekki almennilega marxismi væri. Svo virðist sem námsmennirnir í Austur-Þýskalandi hafi verið á þeirri skoðun að verið væri að ala upp verðandi forystusveit íslensks alþýðulýðveldis. Árið 1961 skoraði fundur þeirra á íslenska móðurflokkin að beita sig fyrir því að semja áætlun að senda námsmenn til sósíalísku ríkjanna.
Félögum yrði beint í pólitískt nám í samræmi við áætlaða þörf hreyfingarinnar næstu 10 til 15 ár. Hér yrði að reikna með hugsanlegri aðild okkar að ríkisstjórn og jafnvel sósíalískri byltingu. Við vorum að sjá til þess að veita sósíalískum hugmyndum og reynslu til Íslands. Og við vorum við ætluðum okkur þá duðla, við ætlum svolítið að hafa hönd í bagga með því hvaða menn kæmu til náms. Þetta er náttúrulega alveg yfirgengilegt að við skulum gera þetta, finnst mér núna. Og það auðvitað ekki nokkur átt, ég segi það alveg hiklaust. En okkur fannst þetta þá. Þannig að ég tel að það að við segjum við þurfum endilega að fá menn á öll möguleg svið til þess að tryggja það á öllum sviðum þjóðlífsins í góður sósíalistar eftir nokkur ár. Þetta var alveg alvara hjá okkur, þetta hefur náttúrulega aldrei komið neitt til. Greifswald, smábær á norðurströnd Þýskalands. Aðeins nokkrir tugir kílómetra skilja bæinn frá ströndum Skandinavíu. Þar má hvarvetna sjá merki forn og ný tengsl við Norðurlönd. Fátt var eðlilegra en austurþýskir kommunistar notfærðu sér gömul sambönd háskólabæjarins áhugi þeirra á tengslum við Vesturlönd jókst á ný. Sá maður sem átti mestan þátt í að efla menningartengslin var Bruno Kress, málfræðingur. Hann hafði dvalist langdvölum á Íslandi á 4. áratugnum og hrifist mjög af landi og þjóð. Bruno Kress beitti sér helst fyrir því að norræna stofnunin við háskólan í Greifswald yrði endurreist. Eiður Kvaran, mannfræðingur, var einn þeirra Íslendinga sem hafði starfað við þessa stofnun fyrir seinni heimsstyrjöld. Þar var gott íslenskt bókasafn og kennd íslenska. Þessi stofnun átti sér þó vafasama fortíð. Das Nordische Institut war 1918-19, also im Prinzip in der Schlussphase des Ersten Weltkrieges gegründet worden, als ideologisches Instrument, also doch in Nordeuropa etwas zu wühlen. Im Zweiten Weltkrieg hat es eine ähnliche Rolle gespielt. Man hat Listen gefunden dort über Juden, die also wahrscheinlich dann sofort verhaftet werden sollten. Dort wurde viel Rassenkunde und Ähnliches betrieben, also es hatte nicht den besten Ruf. Es war also eigentlich gar nicht richtig wiederbegründet worden. Es dämmerte so vor sich hin, es gab die Bibliothek, es gab Mitarbeiter. Man sagt so offiziell so 1952. Bruno Kress var fyrst og fremst fræðimaður og fjölmörg rit íslenska tungu og bókmenntir liggja eftir hann. Kennslan í norrænu deildinni þjónaði þó ekki eingöngu fræðilegum tilgangi. Árni Björnsson, þjóðháttafræðingur, var lektor við norrænu deildina í Greifswald á árunum 1961 og 62 og kendi þar íslensku hjá Bruno Kress. Tilgangurinn með þessu var einkum sá að þjálfa upp væntanlega diplómata. Öll utanríkisstefna Austurþjóðverja á þessum árum beindist að því að reyna að fá viðurkenningu sem sjálfsagt ríki. Einar Olgeirsson var mikill áhugamaður menningartengsl Íslands og Austur-Þýskalands. Reyndi Einar jafnan að tengja sögu Íslands og Þýskalands við þróun sósíalismans. Ich war sehr beeindruckt von ihm auch, wie sich mit der Geschichte Islands beschäftigte und immer wieder anregte, dass zum Beispiel die isländischen Sagen, die doch also auch mit der Entwicklung Deutschlands in vergangenen Zeiten etwas zu tun hatten, ja eine größere Rolle, eine größere Beachtung in Deutschland als in der Deutsch-Demokratischen Republik finden sollten. Mit anderen Worten gesagt, also es war eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Horst Meyer og aðrir Austurþjóðverjar sem voru vinveittir Einari Olgeirsssyni urðuðu þó að láta sér nægja að lesa rússnesku útgáfuna á bók Einars, Ættarsamfélag og ríkisvald í þjóðveldi Íslendinga. Austurþýsk stjórnvöld voru ekki reiðubúin til að gefa út þýðingu Bruno Kress. Einari sárnaði þetta enda hafði bók hans verið gefin út í Sovétríkjunum án nokkurra vandkvæða. Ástæðan var sú að austurþýskir kommunistar voru ósáttir við þá þjóðernishyggju sem framkom í bókinni, en þeir voru viðkvæmir fyrir öllu slíku eftir nasista tímabilið. Einnig skipti það máli að í bók sinni réðst Einar harkalega ríkisvaldinu að hætti Friedrich Engels, en að dómi Austurþjóðverja jafngilti það pólitískri villutrú. Í skjalasafni Austurþýska kommunistaflokksins við Wilhelm Pieck-stræti í Berlín að finna skjöl sem sýna að SED hafi stutt við bakið á norrænum kommunistum
ekki síst blaðaútgáfu þeirra. Íslenski sósíalistar fóru fram á svipaðan stuðning Austurþjóðverja þótt ekki sé vitað í hve miklu mæli orðið var við óskum þeirra. Und selbstverständlich, wenn eine Firma, eine Bruderpartei, in finanziellen Schwierigkeiten war, hat man dafür gesorgt, dass ihr Zahlungsaufschub, Fristaufschub gegeben wurde. Oder dass, wenn wie hier die SEI oder auch andere Bruderparteien Maschinen brauchten, Druckmaschinen, dass wir diese Lieferung erleichtert haben. Kristinn Andrésson leitaði oftar en einu sinni á náðir SED til að biðja fjárstuðning til bókaútgáfu. Austurþjóðverjar sáu prentun bóka fyrir sósíalistaflokkin og fyrirtæki sem tengdust honum eins og Mál og menningu og Heimskringlu. Hér má nefna úrvalsrit Marx og Engels sem voru gerð að fyrirmynd austurþýsku útgáfunar og prentuð í Austur-Þýskalandi. Aðstoðin takmarkaðist þó ekki einungis við pólitísk rit. Bók Máls og menningar Þingvelli dæmi það. Wir haben zum Beispiel uns bemüht, die Bemühungen der isländischen Genossen zu unterstützen, um aus der Geschichte Islands eine ganze Reihe von Problemen zu veröffentlichen, zum Beispiel die Edda-Literatur und auch die Saga. Ich weiß, dass der Vorsitzende der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands sich dafür sehr interessiert hat und wir haben ihn also unterstützt, dass Verlage der Deutschen Demokratischen Republik diese Publikationen veröffentlichten. Ingi Helgason hafði sem framkvæmdastjóri Sósíalistaflokksins á árunum 1956 til 1962 töluverð samskipti við yfirvöld í Austur-Berlín. Hér sést hann flytja ræðu á flokksþingi SED árið 1956. 2 árum síðar fór Ingi fram á það við Karl Mewis, einn af leiðtogum SED, að ákveðinu íslensku fyrirtæki yrði falið að sjá allar auglýsingar fyrir austurþýskar vörur í íslenskum blöðum og tímaritum. Orðrétt sagði Ingi í minnisblaði sem hann lét Mewis í té. Umboðslaunin yrðu þau sömu og venjulega. Ef þetta raunhæfur möguleiki get ég ábyrgst 100% þjónustu. Ég get einnig ábyrgst að prósenturnar komi flokknum að fullu til hagsbóta án þess að unnt sé að sanna það. Erindi Inga þótti nægilega mikilvægt til að Mewis skýrði sjálfum Walter Ulbricht, leiðtoga Austur-Þýskalands, frá því. Síðar sagði Ingi að Austurþjóðverjar hefðu ekki sinnt þessari málaleitan sinni en hann hafnaði óskum viðtal í þættinum. Íslenski sósíalistar börðust fyrir því með oddi og egg að tekin yrðu upp sem mest viðskipti við Austantjaldsríkin undir vígorðunum öruggir markaðir, örugg atvinna. Viðskiptin komust ekki á fyrir á fyrstu árum 7. áratugarins vegna þess að sósíalísku ríkin vildu eingöngu stunda vöruskipti. Einnig stóð viðskiptunum fyrir þrifum að Ísland viðurkenndi ekki Austur-Þýskaland að kröfu Vestur-Þjóðverja. Ekki leið þó á löngu þar til íslenskir kaupsýslumenn tóku að sækja kaupstefnuna í Leipzig, íslenskum sósíalistum til mikillar ánægju. Að dómi Þjóðviljans var ekki neina venjulega vörusýningu að ræða, heldur ólympíuleika tækni og verslunar, eins og blaðið komst að orði. Viðskipti Íslands og Austur-Þýskalands náðu hámarki árið 1958. En þá höfðu þau aukist svo mikið að Austur-Þýskaland var orðið 4. stærsta útflutningsland Íslendinga. Eftir myndun vinstri stjórnarinnar árið 1956 höfðu samskiptin orðið formlegri en áður. Framsóknarmenn og alþýðuflokksmenn komu þó í veg fyrir að íslensk stjórnvöld viðurkenndu þýska alþýðulýðveldið. Það varð hins vegar ljóst að Austur-Þjóðverjum yrði torveldar að koma fram stefnumálum sínum á Íslandi viðreisnarstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks tók við stjórnartaumunum árið 1959 en hún sat að völdum allt til ársins 1971. Alþýðubandalagið var í stjórnarandstöðu allan þennan tíma og gat því ekki hindrað efnahagsráðstafanir stjórnarinnar sem miðuðu að því að auka markaðsviðskipti við vestrænar þjóðir. Þetta leiddi til þess að mikill samdráttur varð í vöruskiptaversluninni við Austur-Þýskaland. Austur-þýska vörur festu þó rætur á Íslandi, ekki aðeins trabandinn, heldur til dæmis skrifstofuvörur sem fyrirtæki Borgarfell flutti inn. Það var eitt af þeim fyrirtækjum sem sósíalistaflokkurinn setti á stofn. Halldór Jakobsson var lengsta forstjóri fyrirtækisins. Hér sést hann á góðri stund í Auerbach-kjallaranum í Leipzig ásamt Einari Olgersinni og Hauki Björnsinni
sem hafði veg og vanda að ferðum Íslendinga á kaupstefnuna í Leipzig. Auk þeirra má sjá á myndinni nokkra íslenska námsmenn í Austur-Þýskalandi. Tilgangur Austur-Þjóðverja með því að efla viðskiptin við Íslendinga og taka á móti íslensku námsmönnum var tvíþættur. Að stofna til stjórnmálasambands við Ísland og grafa undan hagsmunum Vestur-Þýskalands, Bandaríkjanna og annarra NATO-ríkja hér á landi. Sósíalistaflokkurinn lagði líka mikla áherslu á að efla samskiptin við austantjaldslöndin í stjórnmálabaráttu sinni. Forystumenn hans töldu að það yrði flokknum til framdráttar í andstöðunni við bandaríska herinn á Íslandi og vægi upp á móti áhrifum kapitalísku landanna. Það urðu þó Austur-Þjóðverjum mikil vonbrigði þegar vinstri stjórnin hætti við að segja upp varnarsamningnum við Bandaríkjamenn árið 1956, en það var eftir innrás Rauða hersins í Ungverjaland. Vopnavald Sovétmanna mæltist mjög illa fyrir á Íslandi og veikti stöðu sósíalistaflokksins. Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands mit ihrem ersten Sekretär, Genossen Walter Ulbricht, an der Spitze. Sie leben! Hoch! Hoch! Austur-Þjóðverjar skilgreindu stefnumið sín gagnvart Norðurlöndum með svokallari Eystrasaltsstefnu. Hún var mörkuð á árið 1958 og var höfuðmarkmið hennar að öðlast alþjóðaviðurkenningu. Bruno Kress var helsti hvatamaðurinn að því að Íslendingar tæki þátt í hinni árlegu Eystrasaltsviku. Þetta var þrautskipulögð hátíð við Eystrasalt, þar sem blandað var saman pólitík, íþróttum og menningu. Tveir Íslendingar sóttu Eystrasaltsvikuna í fyrsta sinn árið 1958. Eftir það fjölgaði þeim stöðugt. Árið 1960 fóru 80 Íslendingar á Eystrasaltsviku og margir þeirra sóttu einnig flokkskóla sósíalistaflokksins í Rostock sem þá var haldinn í fyrsta sinn utan Íslands. Í tengslum við Eystrasaltsviku war efnt til kvenna- og verkalýðsráðstefna. Ostseewoche war als solches schon eine Unterstützung der nordischen kommunistischen Parteien. Und zwar wurden erstens Ehrengäste eingeladen, also Parteifunktionäre und auch nach Möglichkeit natürlich Parlamentarier anderer Parteien. Diese Ehrengäste waren also frei. Sie haben Reisetickets bekommen, sie haben Taschengeld, Unterkunft, Essen, alles frei bekommen. Der Sinn war also, möglichst honorige Persönlichkeiten zu bekommen, außerhalb der kommunistischen Partei. Zweitens war das Ganze ja ein riesiges touristisches Unternehmen, wo man billig Ferien machen konnte, zum Teil im Anschluss an die Ostseewoche in Verbindung damit, aber auch so wurde diese Ostseewochenveranstaltung von vielen als Ferienaufenthalt genutzt, also wo man so mal richtig auch Alkohol konsumieren konnte und Ähnliches. Einar Olgeirsson sótti jafnan Eystrasaltsvikuna og ræddi þar við austurþýska ráðamenn. Voru skýrslur viðræðurnar sendar æðstu ráðamönnum í þýska alþýðulýðveldinu, þar á meðal Ulbricht, meðan hann var við völd, en síðar til arftaka hans Erich Honeckers. Það var einmitt á Eystrasaltsviku sem Einar átti einkaviðræður við Ulbricht í fyrsta skipti, svo að vitað sé. Horst Mayer var viðstaddur fundinn og lýsir honum þannig. Als Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands war das und dem Vorsitzenden der Sozialistischen Einheitspartei Islands war das Gespräch sehr freundlich, aber kühl. Man kann nicht sagen, dass Ulbricht vor Enthusiasmus für die SED überschwollen wäre oder dass Einar Olgersson in Begeisterung für die Ulbricht und die SED ausgebrochen wäre. Það var í verkarhing Þjóðviljans að kynna Eystrasaltsvikuna. Leitaði blaðið ekki aðeins ráða hjá skáldagyðjunni, heldur beitti einnig herbrögðum auglýsingamennskunnar í því skyni. Umhverfið þarna mjög sérstætt og fagurt. Hávaxnir skógar bylgjast hæðardrög og dali og teygja sig víðar, allt til sjávar. En kemur út úr skógarþykkninu, blasir við gullhvít baðströndin. Á daginn verður farið í sjóinn, legið á ströndinni eða farið í stuttar kynnisferðir nágrennið, heimsóttar versmiðjur, samirkjubú, skipasmíðastöðvar og fleira. Yfirleitt
mun þáttakendum vera gefinn kostur á að kynna sér uppbyggingu hins nýja þjóðfélags sósíalismans í Austur-Þýskalandi og hinnar hraðfleygu þróun landsins til aukinnar tækni, betri og jafnari lífskjara. Gefst þeim sem hefur forvitni á hvað sé satt og hvað sé ósatt af öllu því sem sagt hefur verið hinn umdeildu ríki sósíalismans hér alveg einstakt tækifæri til að kynnast þróuninni í einu þeirra af eigin raun. I see friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Á 7. áratugnum reyndu Austurþjóðverjar að fá fleiri borgaralega sinnaða stjórnmálamenn á Eystrasaltsviku til að knýja á alþjóðaviðurkenningu. Þeim var nokkuð ágengt, ekki síst þegar líða tók á áratuginn. Auk sósíalista voru það þó einhverjum framsóknarmenn sem þáðu boð austurþýskra stjórnvalda en einnig nokkrir sjálfstæðis- og alþýðuflokksmenn. Þórarinn Þórarinsson, fyrrverandi þingmaður og ritstjóri Tímans, reið á vaðið árið 1961. Eftir það fór hann á hverju ári á Eystrasaltsviku í boði austurþýskra stjórnvalda fram til 1973. Framsóknarmennirnir Kristinn Finnbogason og Jón Skaftason sóttu Austur-Þýskaland einnig heim. Diese Ostseewoche bot außerdem Anhaltspunkte oder Einstiegspunkte für bestimmte wichtige Kontakte. Es gab Kontakte von Parlamentariern der verschiedenen Parlamente mit der Volkskammer. Es gab Parteienkontakte, die zum Teil offen waren, zum Teil aber auch verdeckt. Und es mischte sich von Anfang an natürlich auch das Ministerium für Staatssicherheit ein und sah zu, dass sie bestimmte Leute da ansprechen konnten. Aber das war mehr Nebenwirkung. Das Ganze war, um das zu wiederholen und einen Strich zu machen, angelegt auf die Anerkennung der DDR. Árið 1961 var mikið örlaga ár í sögu Þýskalands. Þótt efnahagsástandið hefði batnað í Austur-Þýskalandi á seinni hluta 7. áratugarins, seig aftur á ógæfuhliðina í byrjun þess 7. Flóttamannastraumurinn frá Austur-Þýskalandi til Vestur-Berlínar óx jafnt og þétt. Sovjetmenn og Austurþjóðverjar gripu til þess örþrifa ráðs að reisa Berlínarmúrinn 13. ágúst 1961. Helstu forystumenn sósíalistaflokksins tóku eindregna afstöðu með sovjesku stjórninni í deilinu Berlín. Orðið Berlínarmúr kom reyndar ekki fyrir í Þjóðviljanum fyrr en löngu síðar. Í blaðinu var einungis rætt landamæragæslu og takmarkanir á samgöngum til að sporna við spillingu og braski. Íslenskir námsmenn í Austur-Þýskalandi höfðu frá árinu 1956 sent Einari Olgeirssyni skýrslur, svonefndar SIA-skýrslur, dvöl sína í Austur-Þýskalandi. Í fyrstu endurómuðu þær skoðanir valdhafanna. En þótt SIA-félagar hafi hvorki mist trú á fræðikenningu sósíalismans né hagkerfi austantjálslandana í skrifum sínum, höfðu þeir fljótlega ýmislegt við stjórnarfarið og efnahagskerfið í Austur-Þýskalandi að athuga. Bara strax á fyrsta ári þá rekumst við stöðugt á það að hugmyndir okkar lýðræði sem ætti að koma með sósíalismanum, húmanismin allur, frjálslyndir, menningin og velviljin og góðmennskan og allt það sem átti að koma inn í þjóðfélagið með sósíalismanum, það var nú ekki aldeilis þarna. Vel að merkja, við vorum auðvitað alveg harðir á því að kapítalismin væri búinn sem hagkerfi, hann væri bara á beina, hann væri bara, það væri búið að smíða kistuna, hann væri bara að fara honni í og það væri engin lausn fyrir mannkynið annað en sósíalismi, við vorum alveg harðir á því. Þetta verði ég að segja til að fólk geti, það verður að veita þetta að það átt að segja eitthvað á því, hvernig við bregðumst við. Það vakti mikla athygli vorið 1962 þegar Morgunblaðið tók að birta skýrslur SIA. Ekki að vita hvernig skýrslurnar bárust blaðinu, en þeim hafði verið stolið frá einum SIA-félaga. Síðan gaf Heimdallur út bók, Rauðubókina, þar sem skýrslurnar voru birtar. Íslensku námsmönnunum brá mjög við birtingu SIA-skjalana, en málið olli miklu fjaðrafóki á Íslandi enda stóð kosningabarátta yfir.
Eins og nærri má geta var Einar Olgeirsson lítt hrifinn af því að skýrslurnar kæmu fyrir sjónir almennings. Óttaðist hann vafalaust að þetta hefði slæm áhrif á stöðu sósíalista. Ég hygg að hann hafi ansið mikið reiðst. Ég hygg að við skiptum vera að skrifa þessa vitleysu. Margir sögðu andskotanir þessi menn að skrifa. Og þú vera svo að senda þetta með þessi, sögðu margir flokksmenn. Þetta nú ljótar, þetta bara eins og þetta bara þýskir pedantar þessir astnar. Þetta var tónnin sem maður var við. Eftir þetta fóru sumir námsmannanna að sjá Einar í nýju ljósi. Áður höfðu þeir litið á hann sem sinn andlega leiðtoga. Að sama skapi fór Einar að missa trú á námsmennina sem höfðu verið í miklu metum sem lið sósíalistaflokksins Austanfjalls. Það sem mér fannst endilega að hann ætti að laga til og hreinsa til í þessu viðþróttir austurblokkarinnar það var draumórar hann gerði það ekkert og í viðræðinni sem ég átti við hann það þá kom ljós að hann sagði það bara má ekki, það verður allt vitlaust. Hann var auðvitað, hafði engan áhuga á því hann var áriðin á þessum mánu bara að gæta sinna stöðu, ég er samfélagið um það. Þannig að auðvitað var hann ekkert annað en bara stjórnmálamaður svo sem eins og aðrir. Tveir námsmannanna, þeir Hjörleifur Guttormsson og Frans Gíslason sem enn voru við nám í Austur-Þýskalandi voru beðnir að gera miðstjórn SED grein fyrir efni síaskjalanna skriflega. Það gerðu þeir og drógu það neikvæða tilbaka sem þeir höfðu skrifað um þýska alþýðulýðveldi. Að okkar dómi hefur SED frá upphafi verið sögulegu hlutverki sínu vaxinn. Því sterkara sem þýska alþýðulýðveldið og sósíalísku löndin, þeim mun friðvænlegra í heiminum. Hjörleifur segir að bréfritarar hafi óttast að íslenskir námsmenn yrðu reknir frá námi, auk þess sem máli myndi draga á líkum á að fá fararleyfi fyrir austurþýska konu sína og son til Íslands. Það má auðvitað nefna þetta ýmsum nöfnum, hugleysi eða eitthvað þess áttar, en svo mikið er víst að þetta er ekki, við erum ekki að segja okkar hug í rauninni á þessum síðum. Við erum að bregðast við þessum sérstöku aðstæðum og þessari sérstöku kröfu og þetta var nú kannski léttara vegna þess að maður var auðvitað búinn að vera vitni að tvískinnunum í hinni opinberu umræðu sem að var í landinu þá þegar og átti eftir að færast enn í aukana síðar að ég held þar sem að menna svo töluðu tungum tveim og fólk kom fram sem opinberlega með öðrum hætti heldur en að það gerði í einkaviðtölum og talaði flokkskínversku sem við kölluðum svo þegar það átti við. Þótt bygging Berlínarmúrsins vekti mikla reiði, þá bar aðgerðin að mörgu leyti tilætlaðan árangur. Yfirvöld gátu þannig komið í veg fyrir að Austurþjóðverjar flýðu land, en það hafðu tugþúsundir manna gert á hverju ári á 7. áratugnum. Á flokksþingi SED árið 1963 sem Einar Olgeirsson sótti, boðaði Ulbricht tilslakanir. Tíma virtist bjartara framundan. In diesem Lande lernte ich das Laufen. Ich lernte richtig sprechen, richtig denken. Ich lernte nur das Brauchbare zu kaufen und dass es Freude macht, auch etwas zu verschenken. Hier lernte meine Mutter das Regieren, als sie vor einem Trümmerhaufen stand. Ich möchte dieses Land niemals verlieren. Es ist mein Mutter- und mein Vaterland. Árið síðar bannaði Erich Honecker vestræna poptónlist stundarsakir. Leyniþjónustan Stasi fylgdist vökulum augum með flestu því sem fór fram í þýska alþýðulýðveldinu. Þessar myndir eru teknar á skrifstofu Erichs Milkes, yfirmann Stasis. Heilt skrifstofu hverfi hýsti leyniþjónustuna, en í höfuðstöðum hennar í Berlín eru nú til sýnis þau tæki og tól sem notuð voru til að grafast fyrir andóf gegn kommunismannum. Fjölmörg Stasi-gögn voru eyðilögð á árunum 1988 og 1989 þegar hrikta tók í stoðum flokksræðisins. Samt eru varðveittar skjalamöppur sem samsvara 180 kílómetrum að breidd. Flest þessara skjala eru afrakstur þess
að á bilinu 200 til 250.000 manns gáfu yfirvöldum upplýsingar líf og hugsanir meðborgara sinna, sumir lítið en aðrir meira og af samfæringu. Ich war der Meinung, dass wenn einer in der DDR auch bloß eine mittlere Funktion irgendwo hatte, eine mittlere Funktion oder eine kleine Funktion, nun muss man sagen, was ist mittlere Funktion, was ist klein, also durchaus nicht exponiert war. Ne? Und er behauptet, er hätte niemals Kontakt zur Stasi gehabt, in irgendeiner Weise, das bedeutet ja nicht IM, um Himmels Willen, aber nicht in irgendeiner Kontakt zur Stasi, ne? Denn lügt er oder er war nicht DDR-Bürger. Í hressilegu viðtali sem birtist í Þjóðviljanum árið 1961 spurði Jón Baldvin Hannibalsson þá Þór Vigfússon og Guðmund Ágústsson hvort þeir hefðu orðið varir við Stasi en Þór beindi talinu að starfsemi CIA. Á daginn kom að Stasi hafði meiri áhuga á íslensku námsmönnunum en þar kom fram. Þýsk kona Helga Novak hafði flúið Austur-Þýskaland árið 1957 og haldið með Eysteini Þorvaldssyni til Íslands. Helga tók upp samband við Þór Vigfússon þegar hún sneri til Austur-Þýskalands. Þessi mynd tekin af Helgu þegar Jón Baldvin Hannibalsson sótti þau heim. Helga skýrði frá því síðar í grein sem birtist í þýska tímaritinu Spiegel að hún hefði verið beðin að njósna fyrir Stasi. Hún hefði verið beðin að safna upplýsingum og láta ljósa upplýsingar okkur Íslendingar. Ég frétti það ekki seinna að hún hefði verið beðin. Ég hygg hún hafi ekki gert það. En það vildi svo til ég giftist þessari konu síðar og ég vissi að hún hefði reyndar farið til Íslands. Hún hefði farið til Íslands og með öðrum manni, þetta svo gengur, nútíma þjóðfélagi. Og það reyndar farið í óleyfi, yfirvalda, hérna í Vestur-Berlín. Kom líka ekki hér og kom aftur og hérna þá í rauninni upp á náð og miskun Stasi komin þess að þú stútir ekkert meira heilli minn og mátt fara hér og vinna í Vesmíð og ef þú verður þæg og góð þá kannski fara stútir ekkert um setna. Þótt grunur hafi leikið á að Stasi hafi njósnað Íslendinga í Austur-Þýskalandi hefur það ekki fengið staðfest. Nú hafa skjalasöfn Stasi opnast í fyrsta skipti að hluta til. Austur-Þýska leyniþjónustan njósnaði ekki aðeins Íslendinga, heldur hafði hún einnig áhuga á að fá Íslendinga til að njósna fyrir sig. Taka verður þessum skýrslum með varúð, enda persónulegt mat leyniþjónustumanna að ræða. Leyniþjónustan fylgdist með Hjörleifi Guttormssyni, síðar alþingismanni og ráðherra á árunum 1958 til 61. Í einni skýrslunni segir að njósnað hefði verið Hjörleif í því skyni að fá hann til að vinna fyrir Stasi. Það var aldrei við með talað af neinum sem kynnti sig sem snuðrara eða fulltrúa Stasi eða öryggislögreglunar. Það var ekki, gerðist aldrei. Og ef þeim hefur verið það í huga þá var aldrei það. Ég les þarna í pappírum sem að þú sýndir mér að þetta hefði verið svona á einhverju stigi hugmynd og kannski undirótt að það var verið að skrifa ákveðið mat á mér en það var aldrei annað. Ekkert í skýrslunum bendir til þess að Hjörleifur hafi sýnt því áhuga að vinna fyrir leyniþjónustuna. Útsendarar Stasi töldu Hjörleif hliðhollan þýska alþýðulýðveldinu og kommúnistaríkjunum. Hann hefði tekið nám sitt mjög alvarlega og ekki átt í neinum erfiðleikum. Engar kvartanir hefðu borist hann. Nú það hefur ekki séð af þessu mikið annað en að maður hafi verið prúður drengur í sundarskóla þegar lítið á þessar umsagnir hér. Eftir því sem næst verður komist hætti Stasi að fylgjast með Hjörleifi í nóvember 1961. Ekki þótti ástæða til að halda áfram að njósna Hjörleif vegna þess að hann var félagi í bræðraflokki SED á Íslandi. En Stasi hafði ekki einungis áhuga á Hjörleifi. Í leyniskjölum kemur fram að Íslendingur, Guðmundur Ágústsson, sem stundaði hagfræðinám í Austur-Þýskalandi, hafi gengið til liðs við öryggislögregluna árið 1963. Í þessum gögnum því lýst hvernig Íslendingurinn, sem fyrst var aðeins nefndur A, hitti leyniþjónustumannin Vilman Höfuðsmann. Féllst hann á að ganga á mála hjá öryggislögreglunni á kaffihúsinu Budapest í Austur-Berlín. Þar kemur fram að Íslendingnum hafi verið tjáð að óvinurinn, Vesturþjóðverjar, ætlaði efna til æsinga meðal námsmanna í Austur-Þýskalandi. Stasi hefði gripið til gagnaðgerða og talið best að fá útlending til verksins, enda væri hann félagi í bræðraflokki SED. Guðmundur var á þessum tíma að ljúka námi, en hann var síðar fyrsti formaður Alþýðubandalagsins í Reykjavík eftir að það varð að stjórnmálaflokki. Guðmundur vildi ekki tjá sig þetta mál í þættinum. Skýrslur Stasi sýna að hann vann nokkur verkefni fyrir öryggislögregluna á árunum 1963 og 64 undir dulnefninu Karlsson. Guðmundur gat ferðast nokkurn veginn óhindrað til Vestur-Berlínar og átt þangað erindi sem fréttaritari Þjóðviljans.
Verkefni hans voru meðal annars að fá aðra Íslendinga í Vestur-Berlín til að vinna fyrir Stasi og afla upplýsinga námsmenn og háskólalíf. Holger Kulik sérfræðingur í málefnum Stasi. Die Stasi bleibt dann natürlich auch am Ball. Sie will ja wissen, ist er wirklich zuverlässig. Da wird dann zusammengefasst, dass er das wohl besonders ist. Er sei ehrlich, nehme seine Aufgaben ernst, macht eigene Vorschläge, nimmt nicht nur Aufträge entgegen, sondern bringt selber Ideen ein oder nennt wohl auch selber von sich aus Personen, die für die Stadtsicherheit interessant sein könnten. Und seine Einsatzbereitschaft, so heißt es, erfolgt auf Basis Überzeugung. Eitt verkefni var að fylgjast með undirbúningi og öryggisaðgerðum lögreglunar í Vestur-Berlín vegna mótmælaaðgerða sem efnt var til á degi verkalýðsins 1. maí 1963. Willy Brandt, borgarstjóri og síðar kanslari Vestur-Þýskalands, fór það fremstur í flokki, en tilefnið var 1. maídagskrá SED. Der Hauptteil der Stasi-Arbeit bestand darin, nur Trivialitäten zu sammeln. Fast alle Informanten der Stadtsicherheit haben unglaublich viel, manchmal Blödsinn, manchmal simple Sachen erzählt. Es ist aber so, dass Geheimdienste gerade daraus ihre Nahrung ziehen. Da erfahren sie manchmal viel mehr an kleinen Hinweisen, was irgendjemand plant, wie jemand als Person psychologisch einzuschätzen ist. Man weiß ja nie, wann man wen gebrauchen kann. Stasi sýndi því einnig áhuga að fá Árna Björnsson sem hafði til dvöl sína í Greifswald fengi stöðu við Freie Universitet í Vestur-Berlín til að vinna fyrir sig. Hann kenndi þar íslensku á árunum 1963 til 1965. Svo einkennilega vildi til að háskólayfirvöld höfðu áður varaðan við því að hann yrði beðinn að njósna fyrir Rússa. Og ég sagði nú að mér finnist þetta hálf hlægilegt. Ég væri ekkert að neita minni vinstri mennsku, en ég spurði hvort þeir héldu virkilega að ég væri svo heimskur að ég færi að stofna mínum starfsframa í hættu á sviði íslenskra fræða með því að fara að stunda njósnir og þvílíkan fíflaskap. Nú þeir skildu nú þetta sjónarmið, en báðu mig þess lengstra orða að vara mig nú rækilega á leyniþjónustu Rússa. Stasi-skjöl sína að Vestur-Þýska sendiráðið á Íslandi hafði látið safna saman upplýsingum Árna Björnsson, en Árni hafði ekki fyrr verið kallaður fyrir hjá háskólayfirvöldum í Vestur-Berlín en haft það samband við hann og hann beðinn að stunda njósnir. Skjölin sína einnig að það var Guðmundur Ágústsson sem hafði milligöngu að koma Árna Björnssoni í samband við Stasi. Það var ekkert löngu eftir að þetta samtal átti sér stað í háskólanum að ég fæ viss skilaboð að austan að þessum ég beðinn að gefa vissar upplýsingar eitt og annað þarna í háskólanum. Og þetta nú víst í eina skiptið á ævinni sem ég hef verið beðinn að stunda njósnir. Og ég lét skila tilbaka að ég hefði engan áhuga á svona löguðu. Og þar með hélt ég nú að málið var úr sögunni. En það var nú aldeilis ekki. Árni segir að þetta leyti hafi 16 ára systurdóttir sín verið í heimsókn hjá sér. Hún hafi eitt kvöldið farið til Austur-Berlínar í leikhús og þegar hún hafi ekki verið komin tilbaka morguninn eftir hafi Árni farið að landamærastöð til að spyrjast fyrir hana. Nú, ég var settur í herbergi og látin bíða þar heil lengi. Loksins kom þar inn maður sem spurði mig hvort ég hefði ekki fengið skilaboð frá þeim öryggisþjónustunni einhvern veginn í sumar. Jú, ég játaði því og spurði þessa ungu frænku mína í leiðinni. Hann spurði mig þá hvort ég vildi ekki endurskoða afstöðu mína og ræða við þá. Og ég var hræddur stelpuna og á endanum hélst ég á að hitta manninn nokkrum dögum seinna. Og síðan kom í ljós að stelpan hafði bara gist hjá vinkonu sínu fyrir austan. Nú var spurningi svo, átti ég nú að standa við orð mín og hitta ólukku mannin? Nú, ég var hræddur það að ef ég gerði það ekki, þá myndi ég lenda í eilífu vandræðum í hvert skipti sem ég langaði að skreppa austur fyrir. Þannig að það varð úr að ég hitti mannin og talaði við hann í svona hálfan tíma þarna á kaffihúsi. Leyniþjónustumaðurinn vildi að Árni aflaði upplýsinga háskólastarfið í Vestur-Berlín. Samkvæmt skýrslu Stasi-mannsins féllst Árni á að íhuga málið en væri tregur til samstarfs. Kæmist það upp að hann var í tengslum við Stasi myndi það hafa slæmar afleiðingar fyrir sósíalistaflokkinn og hans sjálfan. Nú, maður var nú hálf smeykur sjálfan sig þarna í þessu landi þar sem var ekki einu sinni Íslands sendiráð til að leita til. Þannig að maður þorði ekki að vera mjög ögrandi við manninn. En mér tókst að humma þetta fram á mér
með því að ég þurfti lofa að hugsa málið og svo varð ekkert frekar úr þessu. Skjölin staðfesta að ekki hafi komið til neinna samvinnu milli Árna og leyniþjónustunnar. Þetta sem þeir voru að biðja mig að gera var í sjálfu sér svo nauða ómerkilegt og ekki nokkur einustu leyndarmál. Þannig að það hefði í sjálfu sér verið, eða virst vera sára saklaust að segja já í því. En eftir á þykist ég sjá af hverju þið voru nú að óska eftir þessu. Það var bara þess að veiða mann í netið. En Stasi hafði auga með fleiri Íslendingum, svo sem Svavari Gessinni, alþingismanni, en hann stundaði nám í Austur-Berlín 1967–68. Skrifaðar voru skýrslur Svavar, en þær voru eyðilagðar af ókunnum ástæðum 25. júní 1989. Ég hef aldrei heyrt þetta fyrir en þú sagði mér það. Ég veit ekkert þetta, en bara þekki ekki þessi pappírsmál þeirra. En það kemur ekkert óvart og einhverjir pappírar, einhverja stúdenta hafi týnst eitthvað staðar í þessum geggjuðu haugum sem ég hef lesið í Spíkala síðu til hana. Svavar Gesson var síðasti námsmaðurinn sem fór til Austur-Þýskalands á vegum Sósíalistaflokksins. Hann sóttist eftir að fara í háskólanám og landið hefði orðið fyrir valinu vegna námslauna sem þar voru í boði. Hann hefði gert sér fljótlega ljóst að engin leið var að ljúka þar námi. Það var náttúrulega þetta dogmatíska andrúmsloft. Vil ekki að segja kúunar andrúmsloft í þeim skilningi að það var passað upp á mann. Maður fann það að maður var þarna undir eftirliti. Maður varð að fylgja línu, skilur því einu og öllu. Hver einasti námsmaður hafði þarna eftirlitsmenn, bæði pólitíska og persónulega eftirlitsmenn. Og það bara óþolandi. Ég bara þannig gerður að ég get ekki sagt mig við svona aga. Ég var alltaf til dæmis óþekkur og erfiður í skóla, er mér sagt, og ég þol ekki svona aga aðferðir. Tékkóslóvakía var í miklu metum hjá íslenskum sósíalistum, enda höfðu allmargir farið þangað til náms. Sumir trúðu því einnig að unnt yrði að gera endurbætur á stjórnkerfinu í Sovétríkjunum og Austur-Evrópu innanfrá og sáu bjargvætt sósíalismans í Dubček, nýjum leiðtoga Tékkóslóvakíu. Tékkóslóvakía var eina landið sem að fór rétta leið, þar hafði verið borgaralegt lýðræði og svona iðnvætt ríki, þannig að það hefði, samkvæmt svona formúlunni, þá hefði sósíalismi helst að geta komist á þar. Og það fyrir að fara að koma merki þess þarna, svona upp úr 1965, að þar viss frjálsræði að aukast. Og þetta náði svo sínum hápunkti með þennu fræga voru í Prag þarna svona í byrjun árs 1968. Þegar atburðin verða í Tékkóslóvakíu 68, þá náttúrulega segja akkúrat þetta það sem við alltaf vildum. Þetta sem við alltaf vildum. Nú allt í nú komnir, nú sannast allt sem við höfum trúað, að þessi hreyfing, hún svo sterk, svo hjartarinn í eðli sínu, að þegar kom einhverju svona, þá vil allir vera með þeim. Þetta sósíalismi, með lýðræðislegu yfirbræði, með mannlegu yfirbræði, eins og þetta var sagt. Dubček okkar maður og hans menn og við töldum að þetta væri, þetta sýndi að sósíalismin gæti reformera sig, innanfrá. Og við veitum það fór allt í vaskinn. Innrás Sovétmanna og Varsjárbandalagsins í Tékkóslóvakíu árið 1968 var til þess að íslenskir sósíalistar slitu öllum formlegum flokkstengslum við Austanfjaldslöndin, þar á meðal námsmannasendingum. Alþýðubandalagið var stofnað árið 1968 á grunni samnefnds kosningabandalags eftir að sósíalistaflokkurinn hafi verið lagður niður. Það var stefna Alþýðubandalagsins að sniðganga Austanfjaldsríkin og kommunistaflokka þeirra. Nokkrum árum eftir stofnun Alþýðubandalagsins fór að bera á ágreiningi afstöðuna til Austanfjaldsríkjana þótt lengt færi. Meðal annars var tekist á í nefnd sem endurskoðaði stefnuskrá Alþýðubandalagsins. Ég var líka var við það að það voru svona ákveðin ásókn í það að ganga gegn samþykktin frá 1968, meðal annars í því formi að menn svona leyfðu sér að fara í ferðir austur fyrir að því hét í einkaerindum, en eitt af því sem að samþykkt var í september 68 var ekki bara það að flokksleg samskipti væru ekki stunduð, heldur reyndu þeir sem að væru í flokknum og á vegum hans að þeir væru ekki að þiggja boð og fara í sendiferðir eða sendinefndir þarna austur fyrir.
Þannig hélt Eðvarð Sigurðsson, þingmaður Alþýðubandalagsins, áfram að skipuleggja ferðir forystumanna verkalýðshreyfingarinnar innan og utan Alþýðubandalagsins til Austur-Þýskalands. Látið var gott heita að flokksmenn fari á Eystrasaltsviku sem einstaklingar. Þegar íslensk stjórnvöld viðurkenndu loks Austur-Þýskaland var það ekki íslenskum sósíalistum að þakka. Heldur höfðu vesturþjóðverjar snúið við blaðinu í afstöðu sinni til stjórnarinnar í Austur-Berlín með henni svokölluðu austurstefnu Willy Brandts kanslara. Stjórnmálasamband var tekið upp milli Íslands og Austur-Þýskalands í janúar 1973 og íslensku sendiherra, oftast með búsetu í Moskvu, sá það. Hér tekur Honecker, leiðtogi Austur-Þýska kommunistaflokksins, við trúnaðarbréfi Haralds Kreuers, fyrrverandi sendiherra. Almenn samskipti Íslands og Austur-Þýskalands urðu þó mun minni á 8. og 9. áratugnum en áður. Vafalaust hefur Einari Olgeirssyni fundist að skjóta skökku við að leið og gamalt baráttumál sósíalista stjórnmálasamband væri í höfn, höfðu bein flokkstengsl við SED rofnað. Engu að síður fór Einar sérstaklega fram á að Austurþjóðverjar kæmu því til leiðar að fréttaritari Þjóðviljans gæti starfað í Austur-Berlín eins og áður hafði tíðkast. Mæltist hann til að þetta yrði ekki rætt við forystu flokksins, heldur beint við Svavar Gestsson, þáverandi ritstjóra blaðsins, sem væri hlynntur því að taka upp nánara samband við Austantjaldsríkin. Benti Einar á að vænleg leið til að efla tengslin væri að Austurþjóðverjar sæju Þjóðviljanum fyrir prentvél. Ég var auðvitað eini ritstjóri Þjóðviljans, virkir ritstjóri Þjóðviljans á þessum tíma sem að þetta viðtal á sér stað, samkvæmt þessari skýrslu sem að þú hefur sýnt mér. Þannig að ég ímynda mér að það hefur verið þess vegna sem að hann hefur bent á mig. Hitt til dæmis með prentvélin og þetta, ég hef aldrei heyrt það fyrr, sjáðu. Auðvitað er það þannig að Einar var kannski ekki að öllu leyti sáttur við þá afstöðu sem Alþýðubandalagið tók þarna 1968, ekki að öllu leyti. Hefði kannski gjarnan geta hugsað sér að þetta yrði gert aðeins öðruvísi heldur en að við gerðum það, gagnrýndi okkur iðulega fyrir þá hluti. Þannig að ég veit ekki að hve miklu leyti þessi viðtöl hans þarna sem skýrslan segir frá endurspegla annars vegar hans frómu óskir eða óskir breytingar, sjáðu, og hins vegar kannski óskir Austurþjóðverjanna líka breytingar. Þeir voru auðvitað mjög áhugasamir það að reyna að breyta eða hafa áhrif á þá afstöðu sem við höfum í þessum málum. Ég giska á að þetta sé svona. Samkvæmt austurþýskum skjölum voru nokkri félagar í alþjóðanefnd Alþýðubandalagsins eins og Einar Olgeirsson og Jón Snorri Þorleifsson fylgjandi því að taka upp formleg tengsli við Austantjaldsríkin til að knýja á stefnubreitingu til vinstri í Alþýðubandalaginu. Hins vegar væri Ragnar Arnalds því mjög mótfallinn. Sovjetmenn töldu jafnvel að unnt væri að stofna nýjan marx-leninískan flokk á grundvelli alþjóðanefndarinnar. Ekkert var þó úr því, enda var nefndin lögð niður árið 1976. Hjörleifur Guttormsson var meðal þeirra sem hafi verið andsnúin henni og flutti tillögu það. Mér var nú þetta ekki ljóst á þeim tíma sem þegar ég flutti tillöguna að þetta væri lagi fyrir. Eðlilega vissi ég hafði ekki hugmynd það. En sýnir það að það var ákveðin sókn af hálfu þessar aðila að ná tengslum inn í Alþýðubandalagið til að hafa áhrif á stefnu þess. Í sendiráði Austur-Þýskalands við Ægissíðu reyndu sendiráðsmenn áfram að stofna til kynna við stjórnmálamenn úr röðum Alþýðubandalagsins langt fram eftir 9. áratugnum. Þótt Lúðvík Jósefsson hefði veitt sendiráðsmönnum innsýn inn í heim íslenska stjórnmála verður ekki sagt að árangurinn hafi verið mikill. Austurþjóðverjar voru heldur ekki ánægðir með þróunina í Alþýðubandalaginu sem væri orðið frekar óvinsamlegt Austantjaldsríkjunum. Þjóðviljinn væri engu betri enda farin að vitna í vestrænar fréttastofur. Tók steinin úr þegar Ólafur Ragnar Grímsson var kosinn formaður Alþýðubandalagsins á stormasömu flokksþingi árið 1987. Áður en kom til hérna miklu þjóðfélagsbreytinga í Austur-Evrópu árið 1989 höfðu austurþýsk stjórnvöld þegar ákveðið að loka sendiráðan á Íslandi vegna fjárskorts. Ich habe das bedauert und hatte aber keine Möglichkeit, gegen diesen Beschluss etwas zu unternehmen, sodass mir nur übrig blieb, die Botschaft, das Gebäude
zu verkaufen und die Geschäfte abzuwickeln. Klaus Bredó hefur vart grunað að aðeins nokkrum mánuðum síðar yrði hann sjálfur atvinnulaus og ríkið sem hann þjónaði horfið af yfirborði jarðar. Austurþýskir leiðtogar létu sem atburðirnir í nágrannaríkjunum þar sem hver stjórnin á fætur annarri féll kæmu þeim ekki við. Í október 1989 héldu þeir upp á fertugsafmæli Alþýðulýðveldisins í Austur-Berlín án tilslakana að viðstöddum sjálfum Gorbatsjov. Minna var fögnuð á Íslandi, en þó barst heillaóskaskeyti hinn 10. október frá íslenskri kommunistadeild sem kenndi sig við 5. maí. En þrátt fyrir mikla leit fundu sendiráðsmennirnir aðeins nafn eins þeirra í símaskráni í nágrenni Keflavíkur. Skeytið var svohljóðandi. Bestu hamingjuóskir í tilefni 40 ára afmælis lýðveldisins. Áfram til sigurs undir rauðum fána hinna vinnandi stétta. Þetta reyndist síðasta kveðja íslenskra kommunista til Austur-Þýskalands. En sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvenær ég missi þessa trú, ég skil orða þetta sem trú, en ég man það alveg að þegar að því kemur það 1985 sko, sem Gorbatsjov kemur til valda sko. Og það er greinlega að hann ætlar sér sko, hann gerir náttúrulega sko hvert stórvirkið að fætur öðru sko, á pólitískum vettvangi að það er bara að klingja bjöllu hvað þetta er annar maður en alveg kolvitlaus. Og þá einhvern veginn hugsaði mig, Jesús minn, hann getur ekki gert neitt, það er alveg vonlust, þetta fyrir, hann er ekki nokkuð möguleika sko, í þessu kerfi. En þá fann ég að ég hafði enga trú á því að það gæti orðið einhverju, það hefði ekki aldrei nokkra vonum að hann gæti reformerað eitt að neitt þetta. Menningarsjóður útvarpsstöðva styrkti gerð þessa þáttar.